sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, líkt og ég kom inn á hann, þá ætlum við að fara inn í, ólympískar lyftingar. En núna var verið að halda, Norðurlandamót í ólympísku lyftingum og línuna komin hún Freyja Mist Ólasdóttir sem var, Norðurlandameistari og setti Norðurlandamet úlinga í úlingaflokki í leiðinni. Komdu sæl og blessu til hamingju með frábæran árangur. Takk fyrir það. Hvernig var þarna svona mót aðstæður þarna úti? Það var bara mjög góðar. Við vorum að keppa í Finnlandi. Já. Og nú ekki það var svo mikið að keppendum að keppa svona mótum, en það var svolítið mikið að þessu móti. Það var mjög gaman að keppa. Frábær bara. Þið voru, það ekki, 7 sem að kepptu fyrir Íslands hönd? Jú, við vorum 7. 5 stelpur og 2 strákar. Já. Og hvernig var svona, þú ert að keppa í hvaða flokki? Ég að keppa þess að í mínus 75 kg flokki. Það er flokkurinn minn. Já, og kannski fyrir almennan hlustendan sem að kannski átta sig á, það eru ólympíska lyftingar. Það allt annað heldur en kraftlyftingar. Já. Svona áður við förum að tala um mótið. Jú, sem sagt, ólympíska lyftingum þá keppum við í 2 lyftum. Það er snörun og jafnhending. Og við sem sagt höfum 3 tilraunir í hverju lyftu til að lyfta eins þungt við getum. Þetta er bara styrkur og snerpa, liðleiki og tækni sem er saman. Það er 2 lyftur. Já. Þetta er orðið skemmtilegt. Já, ég trúi. Hvað ert þú búin að vera lengi í lyftingum? Ég sem sagt byrjaði í CrossFit 2013. Og það er mikið að lyftingum í CrossFit. Og smám saman ég búin að skipta yfir ólympíska lyftingar. Byrjaði bara alvarlega á því á þessu ári eiginlega. Og þú gerir lítið fyrir og ert búin að setja núna Íslandsmeti í fullorðinsflokki og Norðurlandamet úlinga. Já. Er þetta eitthvað sem að þú átti vona á fyrir mót? Ekki, en jú, á þessu móti, jú. Ég sem sagt, fyrir síðasta mót sem ég keppti á, sem var Íslandsmót úlinga, þá sem sagt keppti ég í plus 75 kg flokknum og setti 7 Norðurlandamet þá. Þannig ég lækkaði þetta í flokk núna, keppti í mínus flokknum. Og bjóst þá við því að setja nokkuð met. Gekk ekki alveg eins og ég vonaði, en ná að setja þarna 1 met. Nákvæmlega. Sem ég bara satt með, get ekki rósátt með það. En hinnum íslensku keppendurum, þeir náttúrulega stóðu sér frábærlega og ef við byrjum bara, það var hérna Jakobína, hún náði það ekki silfur? Jú, Jakobína tók silfur og við lentum alla starfnur á palli. Já. Tókum heim 1 gull, 3 silfur og 1 brons. Það er nú ekki verra. Sem er bara frábært. Já. Og hvernig maður fyrir, í kringum ólympísku lyftingarnar, þá eru við svolítið framalega við Íslendingarnir í allar Norðurlandamótunum. Á Norðurlandamótunum þá erum við bara frekar sterk sjálf. Oftast á palli og vorum held ég, öðru sæti í liðakeppninni held ég. Já. Sem ég tek bara, það er bara frekar gott held ég. Nei. Það er mikið. Já, en hérna hinnum keppendum, hún Jakobína náði sér í silfur og svo varu það fleiri, hún Anna Hulda Ólasdóttir, er það ekki? Ég er ekki með neitt. Anna Hulda Ólasdóttir, hún tók brons. Já. Sama flokki og Björk Ólasdóttir, hún tók silfur þar. Já. Og svo var Anita Líf Aradóttir og hún fekk silfur í 69 kg flokknum. Læsilegt. Og svo voru 2 kallar, er það ekki? Hvað það eru? Jú, 2 strákar, það var sem sagt Einar Ingi, hann tók silfur heim og svo Ingólfur, hann lendi ekki að palli en stóði samt mjög vel, samt náður. Já, það er gott að heyra. En með ólympíska lyftingar, nú er ekki, stærsta félagið, það er á Akureyri? Gæti verið, það er stórt félag á Akureyri, en svo líka erum við lyftingafélag Reykjavík og mjög stórt líka. Í CrossFit Reykjavík, ég er í því og það er rosa mikið af fólki þar og svo mikið, sem sagt, mikil fjölgun út af CrossFitinu. Já. Alltaf koma fleiri og fleiri inn. En það ekki, þetta svolítið tengt inn í, menn eru mikið í ólympísku lyftingum í CrossFit. Jú, við erum flesti CrossFitarar sem erum aðeins hérna á Íslandi. Já. Lang flestir koma úr CrossFitinu, eiga grunni þar. Þannig að alltaf koma fleiri og fleiri þaðan. Já,
nákvæmlega. Og já, þú ert svona búin að vera einbeitaði meira núna að ólympísku lyftingum og já, hvað er svona venjulega æfingatími í kringum ólympíska lyftingar? Ég æfi alla dagar vikunar, nema á sunnudögum, það hvíli ég. Já. Í svona, myndi segja 34 tíma á dag. Já. Og er ekki bara skrokkurinn alveg búinn eða ertu bara í svona dundu formi? Ég er bara frekar góð, oftast. Já. Svolítið þreytt, en frekar góð. Ég var að venjast þessu. Já. Og alltaf jafn gaman að pína sig? Alltaf jafn gaman að sjá bætingarna líka. Já, nákvæmlega, einmitt. En já, það er ykkur eða ekki svona sem þú hefur hort til sem fyrirmynd í crossfitinu eða í olympísku lyftingum? Jú, auðvitað. Ég lít rosa mikið eftir Katrínu í crossfitinu. Búin að æfa mikið með henni og ég myndi segja að hún var stærsta fyrirmyndi mín og þetta Anni líka. Já, enda, já, ótrúlegur árangur sem þær báðar hafa náð. Já, ekkert smá. Já, nákvæmlega. Já, hvað er svona framundan hjá þér núna eftir þetta Norðurlandamót? Herðu, það er Norðurlandamót unglinga sem er í loka október. Já. Það stefni ég að bæta mig helling. Þannig að það styttist bara í næsta mót strax? Það styttist í næsta mót og svo vonandi Evrópumót unglinga í desember. Stórglæsilegt. Fanny Mist Ólafsdóttir, þakka kærlega að gefa okkur tíma og enn og aftur til hamingju og gangi þessum allra best. Takk kærlega fyrir það. Bestu þakkir. Takk. Já, frábæri árangur hjá fólkinu okkar og að venju erum við mjög framalega sérstaklega á Norðurlöndunum í ólympísku lyftingum. Og hægt er að nálgast, já, helstu svona úrslit og fleira til, já, það er hægt að fara inn á heimasíðu, já, lyftingasamband Íslands. Og já, við ætla að reyna að finna, ég var með linkin áðan fyrir fram að mig, ég voða lítið hérna fyrir fram að mig. Mér minnir að það var kraft.is en ég þor ekki að fara með það. Annars bara leiðréttið mig, ég geti fundið þetta inn í IOC.is. Þar eru, já, allra helstu upplýsingar. Nú það er byrjað, við ætlum að fara núna í lokin í körfuknattleik áður en ég kveð sportátturinn með ykkur til 10:30 í kvöld. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland FM 9